Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 24. febrúar árið 2026 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1429 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það eru Einar Brandsson, Anita Eir Einarsdóttir sem situr fundinn í fjarveru bæjarfulltrúa Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttur, Líf Ása Skarstað, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og sá sem hér talar Valgarður L. Jónsson og gegni ég embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn þeir Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og það Steinar sem sér að rita fundargerð fundarins. Nú áður en að við göngum til dagskrár þá hef ég hér eina dagskrár breytingatillögu og legg til með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar númer 696 frá árinu 2013 að tekið verði inn með afbrigðum mál númer 2602 1423. Það fundargerð 345. fundar skipulags- og umhverfisráðs frá fundi sem framfór þann 16. febrúar síðastliðinn. Og verði afbrigðin samþykkt að þá verði málið númer 8 í dagskránni og verða þá samtals 8 mál á dagskrá fundarins í stað 7 eins og boðað var í útsendri dagskrá. Þeir sem samþykkja að taka þetta mál inn á dagskrá fundarins skjóða svo gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti, samþykkt samhljóða. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsti fundarliður, málsnúmer 2601 1118, endurskoðun reglna fjárhagsaðstoð á Akranesi í febrúar 2026. Á fundi velferðar- og mannréttindaráðs þann 3. febrúar síðastliðinn samþykkti ráðið drög að endurskoðuðum reglum fjárhagsaðstoð á Akranesi og vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarráði. Á fundi bæjarráðs þann 12. febrúar 2026 samþykkti ráðið drögin og vísar þeim hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Og orðið laust fyrsta fundarlið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja endurskoðaðar reglur fjárhagsaðstoð að gjöra svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundarliður, málsnúmer 2601 1117, samræmdar greiðslur til stuðningsfjölskyldna á Vesturlandi. En samráðshópur stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi tilnefndi árið 2025 í hóp fagaðila frá hverju sveitarfélagi til að yfirfara greiðslur til stuðningsfjölskyldna á svæðinu og leggja fram tillögu að samræmdri gjaldskrá. Verkefnahópurinn fundaði í 8 skipti á tímabilinu október til desember
og hefur nú lagt fram tillögu að samræmdri gjaldskrá sem lögðu fram til kynningar og umræðu. Á fundi velferðar- og mannréttindaráðs þann 3. febrúar þakkaði ráðið verkefnahópnum fyrir vel unnin störf, samþykkti nýja samræmda gjaldskrá til stuðningsfjölskyldna á Vesturlandi og vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarráð. Bæjarráð samþykkti svo á fundi sínum þá 12. febrúar fyrirliggjandi tillögur samræmda gjaldskrá til stuðningsfjölskyldna á Vesturlandi sem og gjaldskrána sjálfa og vísar hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Og orðið laust samræmdar greiðslur til stuðningsfjölskyldna. Það fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Hér er að ræða, held ég, bara einstaklega jákvætt mál sem kemur út úr samvinnu og samtali sviðsstjóra og ábyrgðarfólks í þessum málaflokkum á Vesturlandi. Það er mikilvægt að einmitt að samræma greiðslur í þessum málum bara til þess að tryggja þjónustu og það sé ekki þá samkeppni minnka þá samkeppni sem milli sveitarfélaganna með yfirborgunum varðandi þessi mál. Svo þetta er náttúrulega ekki háar upphæðir sem fólk fær fyrir að vera stuðningsfjölskyldur, þannig að það er mjög jákvætt að sveitarfélögin hafi komið sér sams konar nálgun varðandi greiðslurnar og ég vona að það muni bara leiða til þess að tryggja betur þessa nauðsynlegu þjónustu í öllum þessum sveitarfélögum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Það er rétt að taka það fram og það verið fært til bókar að bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Þór Guðjónsson vék af fundi meðan við ræðum þetta mál, sem að hann og hans fjölskylda hafa gegnt þessu hlutverki og er þar af leiðandi víkur vegna vanhæfis til að fjalla um málið. En orðið laust. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá bara bið ég þá sem að samþykkja samræmdar greiðslur og fyrirliggjandi gjaldskrá til stuðningsfjölskyldna að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá verður fullskipuð bæjarstjórnar 9 og við förum í 3. fundalið. Málsnúmer 2601-0265, húsnæðisáætlun 2026. En húsnæðisáætlun Akraneskaupstaðar vegna ársins 2026 hefur farið fyrir tiltekin fagráð og vinnufund bæjarstjórnar. Frestur til að skila inn áætluninni var til 31. janúar en Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veitti Akraneskaupstað viðbótar frest. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þá 12. febrúar að vísa málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Þar erum við stödd í dag. Húsnæðisáætlunin er í fundargögnum og ég bara gef orðið laust fyrir þá sem að vilja ræða húsnæðisáætlun Akraneskaupstaðar 2026. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þessi samþykkja húsnæðisáætlunina fyrir árið 2026 gjörðu svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Við förum í 4. fundalið, málsnúmer 2602-1285. Þetta er fundargerðir bæjarráðs og hér er lögð fram fundargerð fundarnúmer 3618 sem framfór þann 12. febrúar síðastliðinn.
Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Ég vil koma hér undir máli númer 1 í þeirri fundargerð sem hér lögð fram. Þar var að ræða mánaðaryfirlit 2025, þar sem við vorum að taka fyrir með fjármálastjóra janúar og til og með nóvember 2025. Þar sem við erum áfram að horfa á batamerki sem hafi verið viðvarandi allt síðasta ár í rekstrinum. Þegar ég segi það, þá ég við að þarna erum við að tala að laun séu undir áætlun, rekstrartekjur yfir áætlun, en það eru önnur rekstrargjöld sem eru að aukast líka, þó svo að tekjuaukningin sé meiri en útgjaldaaukningin. Það er mikilvægt að við tölum þetta af því að starfsfólkið er að vinna eftir ákveðnum skilaboðum og það eru ákveðnar kröfur á okkur sem við gerum á starfsfólk og mér finnst mikilvægt að við ræðum það líka að við erum að sjá að sú vinna er að skila okkur árangri. Þó að við segjum líka í sömu bókun að það séu undirstaðar áskoranir sem að þarf að vinna með og við erum að vinna með. Við tókum það sérstaklega fram að það væri ánægilegt á síðasta ári að sjá rekstrarleg batamerki hjá velferðar- og mannréttindasviði sem hefur að nokkurn veginn tekist að gera það án nokkurrar skerðingu í þjónustu. Við vorum einnig að settum það inn í bókunni okkur að við værum búin að greiða upp þá skammtíma fjármögnun sem við þurftum að ráðast í, sem hefur auðvitað í för með sér lækkunar á vaxtakostnaði sem er okkur mjög mikilvægt. Þannig að ég vildi bara fara aðeins yfir þetta því að við erum á réttri leið, við þurfum að halda áfram, við ætlum ekki að stoppa. Einhvers staðar þurfum við að gera meira en við erum á réttri leið. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir og orðið laust fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Líf Ósk Skarðsdal, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að fá að koma hér upp undir sama lið og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom hér áðan, undir lið 1, mánaðaryfirlit 2025. Ég fagna að sjálfsögðu því að sjá þessi batamerki og allt það. Ég er smá áhyggjur varðandi í sambandi við launaútgjöld, þau eru undir áætlun, að við þurfum að passa að það sé ekki á kostnað starfsmanna okkar að þau sé ekki að vinna mikið á það sem ég ætla að reyna að segja. Ég hef alltaf miklar áhyggjur af því að starfsmennar okkar sé að vinna, ákveðnir starfsmenn sé að vinna of mikið. Þannig að ég bara hvetja okkur til þess að halda áfram þeirri vinnu sem við vorum byrjuð á í sambandi við mannaðsdeild og annað að taka upp svona reglulegar starfsmann, líðanakannanir og allt svona og bara við höldum því áfram. Annars er bara gott að sjá þessar tölur og sýnir manni bara það að við erum á góður leið og bara höldum áfram. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ósk Skarðsdal. Fleiri sem óskiptir að ræða fundargerð bæjarráðs. Það koma engar hendur á loft og þar með ljúkum við umræðu þessa fundargerð og telst hún þar með framlögð. Við förum í 5. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2602-1278. Hér að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs
261. fundur ráðsins sem framfór þann 17. febrúar síðastliðinn. Og orðið laust fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Mig langar aðeins að koma og vekja athygli á lið 3 og svo kannski aðeins lið 5. Það kom mér mjög á óvart þegar ég sá allt í einu að það voru til fullt af fundargerðum samráðshóps stjórnenda í velferðar þjónustu á Vesturlandi. Þarna koma inn og eru kynntar innan 12 fundargerðir, ef ég man rétt, og svo fyrsta frá því 2024 og með það sem ég hef svona komið inn á áður í þessum ræðustól að þá svona sýnist mér á öllu að þetta ferli sem að við tókum svolítið á hérna í janúar hafi í raun ekki verið okkur til sóma, þannig séð. Velferðarráð fékk aldrei meðan á þessu ferli stóð eina fundargerð eða engar upplýsingar yfir höfuð. Það kemur greinilega fram að það er nánast í heilt ár sem að forstöðumönnum hvers sveitarfélags falið að taka saman tölur fyrir hvers og eitt sveitarfélag og sem í sjálfu sér ágætis byrjun á þessu ferli en svo eins og það sé ekkert meira gert. Það ekkert að sjá að það hafi verið rætt neitt í rauninni hvernig skammtíma vistunarúrræði viljið að setja á stofn. Þannig að mér finnst það svolítið þungt. Það sem ég þykir kannski eiginlega verst í þessari yfirferð yfir þessar fundargerðir það að það ekki hægt að sjá allavega í fundargerðunum sjálfum að farið hafi verið yfir drög að viljayfirlýsingu. Það bara talað að gera viljayfirlýsingu. Þaðan af síður þá hægt að sjá að þær athugasemdir sem velferðarráð hér á Akranesi gerði hafi verið rætt. Og í rauninni voðalega þungt þarna á bakvið allar upplýsingar sem ættu að liggja náttúrulega fyrir. En látum það nú vera, við erum búin að taka svolítið á það, en ég vildi bara vekja athygli á þessu. En það sem mér sem sagt hefði viljað spyrja og sem ég hef ekki séð, að ef það er búið að taka saman tölur fjöldan, það kemur fram í einni fundargerðinni nr. 9 að það séu 106 á Vesturlandi. Þetta tala sem að kom aldrei fram í sjálfu sér í velferðar- og mannréttindaráði,
En bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hafði þessa tölu og flutt okkur hana þegar við tókumst á þetta. Þannig að það virðist að vera alveg rétt hjá bæjarfulltrúanum, en það væri gaman fyrir okkur sem erum hér allavega að fá uppgefið þær tölur sem eru fyrir Akranes, hvað það eru mörg börn og annað, því að þær tölur hljóta náttúrulega þá að liggja fyrir. Og mjög sérstakt að þær hafa aldrei komið inn í ráðið. Einnig finnst mér finnst og hefur alltaf fundist vanta inn í þetta hvernig skammtímavistun erum við að horfa á og ætla menn að endurnýja, og þá kem ég kannski inn á lið 5 aðeins, ætla menn að endurnýja byggingarnar í Holti þannig að það henti þá öllum þeim einstaklingum sem eru á þessum lista og þá hvernig úrræði í rauninni, það er bara ástandslýsing á húsinu og hvað þarf að gera þar. En það er ekkert hægt að sjá nein merki þess hvað það er sem við viljum og hvað ætlum við að gera og hvaða kröfur ætlum við þá að gera á Þroskahjálp að húsnæði standist á ákveðna kröfur, þannig að allir einstaklingar eða þá bara hluta einstaklingunum geti dvalið í Holti. Og í því sambandi væri líka gaman að sjá hvað eru margir einstaklingar hér á Akranesi sem munu nýta sér þetta tækifæri sem þá gefst þarna hugsanlega og þá hlýtur svona sirka restin að vera annars staðar frá, því að ég nú grunum að sé langt flestir hér og þá svona í ljósi þess orða sem hafa farið að það sé ómögulegt að flytja einstaklinga í skammtímavist á Akranesi af Vesturlandi, að ætla menn þá að flytja sem sagt stærsta hlutan af þessum einstaklingum upp í Holt. Það í lagi. En það verður gaman að sjá þessar tölur, annars getur maður bara að bladra einhverja vitleysu meðan maður hefur ekki tölurnar til þess að átta sig á því hvernig skiptingin er. En ég myndi hvetja til þess að við fengjum þær og eins líka að mann gerir sér grein fyrir hvernig skammtímavistunar úrræði ætla mann að gera kröfu á Þroskahjálp að sé hægt að vista einstaklinga með þá öllum þeim þörfum sem eru í dag í hópnum eða bara hluta hópnum. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næst er mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristín Höllu Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varir sem okkur hliða. Ég get nú svarað suma því sem að bæjarfulltrúinn spurði Hann var að tala liði 2 og lið 4, sem lið 2 eru fundargerðir samráðshópsins. Það er alveg margt rétt sem að bæjarfulltrúinn minntist á þarna, en ég ætla ekki að fara út í þessa fundargerðir, þær voru ekki mikið ræddar á fundinum, þær voru lagðar fram
og þær eru þá ykkur öllum til hérna sem getur skoðað þær. Varðandi tölurnar sem minnst var á að fundi hérna, að ég kallaði eftir þeim frá hérna sviðsstjóra og ég get sagt frá því að sem sagt, þetta eru 106 fjöldi barna í þörf er 106 samkvæmt hérna þeim tölum sem voru nefndar hér á fundi og eru inn í þessari vinnu. En þær eru hins vegar svolítið ógagnsæjar allavega eftir því sem ég fékk vegna þess að það er ekki heildar hérna tala á fötluðum börnum, það eru krakkar þarna skilst mér sem eru ekki með fötlunar greiningu eða SISMAT og ekki sundurlega frá sumum sveitarfélögum sko. Það sem ég veit að fjöldi barna í þörf á Akranesi samkvæmt þessum tölum eru 15, þar af 12 með SISMAT og að þessum 15 eru 3 sem eru nú þegar í úrræðum sem hugsanlega geta hérna farið þarna inn við að nýta þetta. Önnur sveitarfélög eru með óflokka, ég veit að hérna inn tölum frá Snæfellsbæ er talað 35 börn en það er engin flokkun þar á baku þannig við vitum ekki sko hvernig það skiptist á milli fatlaðra barna og þá annara sem að hugsanlega þurfa einhver úrræði. Borgarbyggð með 32 börn og þar hefur 14 með SISMAT. Og Dalabyggð með 15 börn sem jafn mikið á við en það er ekki nein flokkun þar á bakvið. Þannig að hérna að það er greinilega í þessum 106 barna fjölda er ekki eingöngu fötluð börn. Það eru líka þá börn sem að þurfa þá hérna skammtímadvöl og öðrum ástæðum. Hvort sem það er þá hérna út af hegðun eða fjölskylduaðstæðum. Þannig að hérna að ég vona þetta svari, ég ætla svo sem ekki að fara yfir öll sveitarfélögin en við sjáum það þarna að við höfum sendt inn tölur sem eru nokkurn veginn hérna á pari við þau börn sem eru með SISMAT hjá okkur. Það er náttúrulega ekki alltaf búið að vinna SISMATið þannig að fjöldin getur verið hærri heldur en er talað sem sagt í hérna sem sagt fjöldi barna sem eru í þörfinni getur verið hærri en fjöldi barna með SISMAT af því það er bara á eftir að ljúka stundum er eiginlega ekki hægt að framkvæma matið fyrir en að einhverjum tíma liðnum. Þannig að hérna næsta mál er sem sagt hérna er varðandi lið 4 sem er hérna með þeim góða titli framhaldsmál skammtímadvöl á Vesturlandi að hérna þar nú er ég að reyna hérna nýtt þar var skýrsla kynnt varðandi stöðuna á eða úttektina á húsnæði. Það er verulega margt sem þarf að gera við húsnæði. Það þarf að hérna náttúrulega að sem sagt fitta inn í notkunarflokk 5 sérhæfða starfsemi og það þarf að vera með hérna vottun frá hérna ríkinu að geta þjóna þessa starfsemi. Og hérna þannig að það þarf að yfirfara allt rafmagn og laga og það þarf að teikna ýmislegt sem sagt það þarf að teikna húsið upp á nýtt til að skila bara inn almennum teikningum af því, það er ekki til. Sem sagt allavega ekki af löggiltum arkitekt. Brunavarnakerfi er hérna útrunnið og það þarf að setja upp nýtt svoleiðis, það vantar neðurlýsingu og það alls konar hlutir sem þarf að laga. Það að laga aðgengi þannig að það uppfylli 90 cm kröfur hurðir. Það er bara fullt af hlutum og það er dýraframkvæmdir sem eru fyrir höndum fyrir Þroskahjálp. Þau segjast hérna hafa bolmagn til þess að fara þar framkvæmdir.
bæði innan og utan sem að þarf að fara í varðandi þetta hús. Þannig að við verðum bara að sjá það. Við erum sjálfsög ekkert búin að samþykkja það að fara inn með starfsemi þarna, en þetta er það hús sem verið að skoða samkvæmt þessum þessari viljayfirlýsingu sem að bæjarstjórn tók ákvörðun að skrifa þeir undir. En samhliða því vil ég bara minna á að við erum hér á Akranesi sjálf komin í vinnu á skammtímadvöl og við verðum bara að sjá hvert það leiðir okkur líka. Takk fyrir. Takk fyrir, Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp og tjáði sig undir máli 3 og 5 sem í fundargerðin sem okkur birtast eru önnur mál en er þó í fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það fundargerð sem við ræðum þá er þetta mál 2 og 4. Samráðshópur stjórnenda velferðarþjónustu númer 2 og mál númer 4 framhaldsmál skammtímadvöl á Vesturlandi. Ég ætla svo sem ekkert að hafa mörg orð þetta. Bæjarfulltrúinn kom inn á það að ég hafi vitnað í þær upplýsingar sem ég hafði að það væri 106 börn á Vesturlandi sem þyrftu þessa þjónustu. Fyrstu drög sem starfsmenn velferðarþjónustu hjá sveitarfélögum sem að þessum viljayfirlýsingu standa voru búin að taka saman og bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson kom hér upp og fór mjög vel yfir það. Ég fór líka yfir það á þessum fundi þegar ég nefndi þessa 106 börn að þau væru 26 sem væru vegum barnaverndar og félagsþjónustu. Ég hef ekki upplýsingar frekar en bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson þær greiningar sem þau börn hafa eða hvort að einhver af þeim séu fötluð eða hvað. En mér langaði aðeins að grípa niður í vegna þess að það mátti skilja bæjarfulltrúi Einar Brandsson þannig að þetta hefði bara raun og veru ekkert komið inn og umræðan þetta hefði verið mjög takmörkuð skammtímadvöl og þetta samstarf sveitarfélaganna á Vesturlandi. Það langar mér að benda á fundargerð frá 17. desember 2024. Fundur númer 237. En með leyfi forseta, þá kemur þar fram, í september síðastliðinn bókaði velferðar- og mannréttindaráð óskæri eftir við umhverfis- og skipulagsráð að fundi verði hentur lóð til skammtímavistar fyrir fötluð börn. Þarna á velferðarráð búin að vinna að því, eins og svo vinna sem er í gangi núna, að það yrði byggð upp skammtímavistun hér á Akranesi. Svo var máli einnig tekið upp á samráðsvettvangi stjórnenda velferðarþjónustu á Vesturlandi og einhugur í þeim hópi að sveitarfélögin nálgist uppbyggingu skammtímadvalar í sameiningu. Óskað eftir afstöðu ráðsins til þeirra nálgunar og að fengin verði verkefnastjóri til að stýra þeirri vinnu. Velferðar- og mannréttindaráð tilbúið til áframhaldandi samtals uppbyggingu sameiginlegri skammtímadvöl fyrir allt Vesturland. Sviðsstjóra falið að vinna máli áfram með hópi stjórnenda velferðarþjónustu á Vesturlandi. Ráðið leggur til að fengin verði utanaðkomandi aðili til að greina þörf, áætla kostnað og skoða rekstrarform vegna skammtímadvalar á Vesturlandi. Ég veit ekki hver ástæður fyrir því að þessar fundargerðir hafa ekki komið inn, en þetta allavega hefur afgreitt í ráðið hér 17. desember 2024. Þannig að ráðið var allavega, það var einhugur í ráðinu á þessum tíma að þetta yrði tekið áfram og sviðsstjóra falið að vinna þessa vinnu með sviðsstjórum annarra sveitarfélaga.
Já, takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Varðandi rugling með málsnúmer á fundi velferðar- og mannréttindaráðs, þá held ég að ég sé nú með skýringun á því að inni í fundargátt þá er fyrsti fundarliður tvítekinn. Þess að liður númer 1 er inn í fundargátt bæði númeraður númer 1 og svo aftur númer 2, þannig að aðri liðir ítast aftar á dagskrána eftir því. Þannig að þegar að bæjarfulltrúi Einar Brandsson horfir á dagskrána í fundargáttinni, þá sér hann þessi 2 mál sem númer 3 og númer 5, en í útprentaðri fundargerð þá eru þessi sömu mál númer 2 og númer 4. Þannig að vek athygli fundarritara á þessu að þetta þarf væntanlega að lagfæra í fundargáttinni. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Það er bæjarfulltrúi Lífós á Skarðstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að fá að koma, við ræðum hér fundi velferðar- og mannréttindaráðs og ég ætla að fá að koma upp undir sama lið og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér áðan og það er sem sagt varðandi samráðshóp stjórnenda í velferðarþjónustu. Ég velti einu fyrir mér og geri það líkt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Nú er samráðshópur stjórnenda í velferðarþjónustu búin að vera greinilega starfandi síðan fyrsti fundur er haldinn hérna í nóvember 2024. Það eru 15 mánuðir síðan. Mér finnst svolítið skrítið að vera að fá allar fundargerðir í einu. Þetta eru 12, ef mér reiknast rétt til, 12 fundargerðir, fá þær allar í einu núna. Og ég ætla bara að vera sammála bæjarfulltrúa Einar Brandsson í því að mér finnst það svolítið skringilegt. Þetta er eitthvað sem maður hefði viljað fá inn svona jafnt og þétt og þá mögulega kannski hefði verið hægt að koma í veg fyrir eitthvað af þessum misskilningi og deilum sem voru hér upp daginn ef að slíkt samráð hefði verið meira. Þannig að út af því að við höfum nú oft bent á aðrar fundargerðir sem hafa verið lagðar fram seint til okkar eins og fundargerðir Faxaflóahafna, Orkuveitunar og annað. Við höfum verið að ýta eftir því að við séum að fá þetta jafnt og þétt inn. Mér finnst það bara eðlilegt og bara fyrir okkur og gott upplýsingaflæði að við fáum svona bara jafnt og þétt inn og að við getum átt svona umræður bara almennilega. Annars ætla ég ekkert að tjá mig neitt meira Holt. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífós á Skarðstað og ég ætla bara að taka undir þessa gagnrýni sem að fram hefur komið hjá bæjarfulltrúunum varðandi það að það er ekki gott að við séum að fá núna framlagðar á einum fundi í febrúar 2026 12 fundagerðir, þar sem elsta fundagerðin er frá nóvember 2024. Þetta verður að berast bara reglulegar inn í stjórnsýsluna okkar til þess að við séum bæði með þær upplýsingar sem við þurfum vinnuna sem er í gangi og höfum tækifæri til þess að kynna okkur málin og ræða þau ef að þörf er á. Þannig að þetta er ekki stjórnsýsla sem að við
getum verið ánægð með og hljótum að vilja gera betur. En næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég játa á mig glæpinn að ég var með fundargáttina að opna yfir fundinn, þannig að ég geti opnað skjöl sem þar var að bakvið og þar eru þessi lið númer 3 og 5, en mér var bent á það að fundargerðin sem að fylgir ekki útprentuð en greinilega loka fundargerðin, hún hefur þessa lið númer 2 og 4. En það kannski ekki aðalatriðið í sjálfu sér. Við erum öll allavega á sömu blaðsíðunni það hvað við erum að ræða. En ég ætla að þakka bæjarfulltrúanum Ragnari B. Sæmundsssyni fyrir að minna á fundinn hjá ráðinu í desember 2024, þar sem við í rauninni hefjum þetta ferðalag og þar kemur alveg skýrt hver vilji ráðsins að ráðið tilbúið í þetta samtal á ákveðnum forsendum. Við höfum að minnsta kosti einu sinni á síðasta ári, 2025, áréttað það að við værum jákvæð fyrir samstarfi skammtímavistun á Vesturlandi og alltaf með þetta í huga að það yrði gerðar góðar greiningar og þarna var jafnvel talað verkefnisstjóra til þess að fara í þetta, en það ekki hægt að sjá það á þessum fundargerðum sem þó loksins komu fram í þessu mánuði að það hafi í rauninni nokkuð verið gert og meðan það sem bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson kom hér inn á að það virðist eins og þeir einstaklingar sem eru skilgreindir inn í þessum 106 að sveitarfélögin séu einhverju hluta vegna kannski ekki með fatlaða einstaklinga heldur kannski einhverja einstaklingar sem að þá falla undir hugsanlega barnavernd eða eitthvað svoleiðis sem þurfi að fá stuðning. Þannig að ég bara endurtek, þetta eru ekki þannig vinnubrögð að við eigum að samþykkja það. Og það eru engar greiningar, það hefur engin vinna af einhverju alvöru farið í það að greina þessa einstaklinga. Það að sjá af fundargerðunum að á einhverjum tímapunkti að þá hafi menn haft einhvern hug á því að ræða hollt og það kom alveg upp að skoða hollt og í sjálfu sér engin ágreiningur það, en ágreiningurinn allavega frá minni hendi að allt í einu komin viljayfirlýsing eitthvað sem að við vorum í, ferli sem við vorum í. Yfirlýsingin rammaði það alveg. Eina sem vantaði í rauninni í hana var það að starfshópurinn sem átti að fara í þetta verkefni, hann myndi finna hentugastan stað, en það var í rauninni búið að ákveða það að ætti að fara í Holt og þá hefði það bara verið hreinlegast að það væri í þeirri yfirlýsingu
viljayfirlýsingu sem var skrifuð undir en ekki einhver feluleikur með það að þetta var hollt sem að menn voru allan tíman að fara að horfa á í restina. Og ég búinn að fara nokkru sinnum yfir það og okkur gafst í rauninni aldrei tími til þess að ræða það mál. En vilji ráðsins 2024 var alveg skýr og ég held ég hafi lesið upp bókun eins ráðs af þessum sveitarfélögum sem er með velferðarmálin. Hún er mjög svipuð þessari en einhverju hluta vegna hefur ekkert verið farið eftir þessu og þar af leiðandi erum við í rauninni í einhverjum ógöngum vil ég meina með þetta og við erum búin að eyða dýrmætum tíma í einhverja, í ekki neitt í rauninni því að það vantar allar greiningar, það vantar hvað við ætlum að gera. Það liggur ekkert fyrir neins staðar, það er ekki að sjá í fundargerðum. Og þar af leiðandi er bara úttektin á húsnæðinu bara miðað við það að nánast gera húsið upp eins og það er. En er það sem að við ætlum að samþykkja? Það getum við ekki vita nema að vita sjálf hvað við viljum hafa í þessu úrræði. Þannig að ég bara hvet áfram til þess að menn fari nú að stunda vönduð vinnubrögð. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða á okkur. Ég verð að taka það á mig að þessi fundargerðir hafa ekki komið fyrr til kynningar og umræðu. Ég bara áttum ekki á því hvort að því nú er þetta ekki stjórnsýsluhópur eða neitt, þetta er bara hópur sem er stofnaður 24 stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi. Hvort maður bara hafa átt að segja á því að þetta væri eitthvað sem bæri að koma inn til kynningar og umfjöllunar í ráðum og nefndum kaupstaðnum. Ég sé ekki að þetta hafi nokkuð staðar annars staðar svona í fljótu bragði verið kynnt í sveitarfélögunum. Þannig að hérna í frá mun þetta væntanlega koma með reglulega millibili inn til okkar. Við erum náttúrulega að fá alveg ágætis vinnu í gegnum þennan hóp, meðal annars það sem við samþykktum fyrir á fundinum með samræmda gjaldskrá í málum stuðningsfjölskyldna. Þannig að það er ýmislega mjög góð vinna sem er unnin þannig líka. Ég nenni líka að ræða Holt og það dæmi allt og hvernig það hefur artað sig og komið niður. Við verðum bara að sjá hvernig það þróast. Við verðum líka bara að halda vel á spöðunum með það sem við erum að stefna innan bæjar. Ég hef alltaf verið heiðarlegur með það allstaðar og öllum fundum og allir umræðu að það er það sem ég vil sjá og það er það þangað sem ég vil stefna er að þessi þjónusta fyrir börn og fjölskyldur að sé á Akranesi. Og ég ætla bara að stefna þangað áfram. Vissulega ef af því verður að Holt opni og eftir þær það er ekkert í hendi með það að það muni henda eða hvernig kostnaðaráætlun mun líta út varðandi þær framkvæmdir sem þarf að fara í þar.
Þannig að við erum ekkert með það alveg í hendi hvort sem er að það verði valkostur. En ef það verður valkostur, þá alveg sjálfsagt að skoða fyrir hverja hann nýtist hjá okkur. En við eigum allan daginn og alla daga að stefna því að opna þessi þjónustu á Akranesi. Þannig að börn á Akranesi og jafnvel þá í því sveitarfélagi sem liggur okkur næst og jafnvel fleirum, þar sem að þörfin fyrir sérhæfðari þjónustu til staðar, fái þá þjónustu hér á Akranesi. Af því að við getum hér veitt held í miklu sérhæfðari þjónustu heldur en nokkur sinni verður hægt að veita í Holti, bara upp á nálægð við læknisþjónustu og sjúkrahúsið og annað slíkt. Þannig að ég held að þangað eigum við að stefna. Takk. Takk fyrir, fulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferð á Matindross. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar Ari Már Hlíða. Ég ætla bara að byrja að taka undir með bæjarfulltrúaranum Kristni Atli Sveinssyni. Ég bara nenni ekki að ræða Holt. En ég ætla samt að gera. Mér finnst við vera bara komin í svolítið hring. Við erum bara einhvern veginn spólandi í umræðu sem við erum búin að fara margir klukkutímar í þessu ræðustól. Og vonandi bara erum við að komast á þann stað að þessu ljúki. Ef ég skil málið rétt þá það þannig að við erum miðað við þá samþykkt sem var gerð hér í bæjarstjórn, þá er bæjarstjóri búinn að skrifa undir viljayfirlýsinguna. Þessi samráðshópur og þessi sveitarfélög vinna þá áfram að málinu. Við erum ekki skuldbundin, það kemur inn samningur, þar sem hlýtur að vera farið í gegnum það bara hvernig þjónustunni verður háttað, hvernig verður húsnæði, eins og kom fram í viljayfirlýsingunni að þá skuldbundur þroskar sig til þess að laga húsið og aðlaga að kröfum nútímans og þörfum sem þessi þjónusta kallar eftir. Þannig að við fáum þetta mál aftur inn til okkar til endanlega afgreiðslu áður en að við förum í raun og veru að nýta þjónustu. Þannig að ég held að við höfum alveg tækifæri til þess að ræða þetta. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði það hefur engin vinna farið í það að greina þessa einstaklinga. Ég held að við séum öll sammála það að þörfin sé samt sem áður klárlega til staðar. Núna samþykktu það í bæjarstjórn daginn að taka frá lóð við Laugabraut, lóð sem við reyndar eigum og á þessari lóð stendur hús sem við eigum. Þannig að ég held að lóðin hefði ekki verið að fara neitt. Við vorum þá bara að taka hana frá fyrir okkur, að það var ekki einhver annar bæjarfulltrúi sem ágirndist lóðina og sett eitthvað, en það allavega ekki verið að fara að gera neitt og það ekki verið að fara útlutinni. En einhverjum hluta vegna ákveðum við að fara í þessa lóð og fara í þessa vegferð að byggja upp skammtímavistun á Akranesi, og ég held að það sé vegna þess að við erum sannfærð það að þörfin sé til staðar, þó við séum ekki nákvæmlega með töluna. Við vitum nú þegar að við erum að kaupa út þjónustu fyrir fatlaða einstaklinga í úrræðum í Reykjavík og það sama gildir alveg niður frá. Við vitum að þörfin til staðar. Þó við vitum ekki nákvæmlega innan fjöldan, þá vitum við að þörfin Við vitum að sirka ég held allan að ættum ekki að vera lengi að taka sama þær tölur, og sama myndi ég halda að væri bara með íbúafjölda og annað á Vesturlandi. Þannig að og í þeim tölum sem ég nefndi sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson vitnaði í áðan með þessi 106 börn, að þá sagði ég líka í ræðinu þegar við ræddum þetta á sínum tíma að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hefði að þá væri 31 með staðfest sísmat. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson kom inn á áðan að það eru hugsanlega líka ákveðin fjöldi sem ekki með staðfest mat, í ferli, og svo það líka bara þannig að þetta síbreytilegt. Það verið að endurmeta á annað. Þannig að þessi hópur getur alveg verið stærri.
en hvort að börnin sem eru með sísmat séu 31 eða 41 eða 51, þá sýnir það okkur samt sem áður að þörfin klárlega til staðar. Og við þurfum ekkert að vera til að bara leyfa mér að segja einhvern skrípalegum, að segja að það sé engin vinna, hafi engin vinna að fara fram greiningu. Við vitum nákvæmlega þessa þörf. Við vitum að þörfin til staðar hér, það alveg nóg. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hvatt okkur hérna áðan til þess að stunda vöndu vinnubrögð. Mér langar bara svolítið að biðja hann það sama. Mér finnst þetta að vera orðin bara svolítið, ég veit ekki alveg hvað orði ég á að nota yfir það. Við erum bara hérna að ræða sama málið aftur og aftur, við erum í ákveðinni vegferð sem við búið að samþykkja hérna, þar sem við skrifum undir viljayfirlýsingu, þar sem við förum í þetta samtal og samstarf með sveitarfélögum á Vesturlandi, hvert það leiðir okkur á svo eftir að koma í ljós. Hvort að húsnæðið mæti þeim þörfum sem við gerum til svona þjónustu, hvernig við viljum standa að þegar upp staðið, hversu mikinn hluta starfseminu viljum við nýta, erum við að fara að skipta þessu þannig að við eigum bara föst pláss, eða erum við þetta að fara í eitthvað rekstrarform þar sem við bara kaupum pláss af einhverju sjálfseignarstofnun sem við rekum saman innan Vesturlandi? Ég hef ekki hugmynd um það. En það væntanlega samtalið sem í gangi. Og mér finnst líka bara svolítið skrítið að þegar fulltrúi meirihlutans kemur inn upp og óskar eftir vöndu vinnubrögðum, það meirihlutin sem fer með forræðið þessu máli. Og ég held bara að velferðar mannréttinda hafi bara staðið sig bara ágætlega í mörgu sem að gera hann inni, og ég treysti bara ráðinu til þess að fylgja þessu máli algjörlega eftir og treysti því að þegar þetta kemur inn aftur að það verði bara unnið faglega. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs, bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Það byrjaði að þakka forseta fyrir að leyfa mér upp í þriðja sinn. En mér langar bara aðeins að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar varðandi það að við séum búin að taka frá lóðina hjá okkur sjálfum fyrir okkur sjálf. Það alltaf búið að gera meira. Það búið að fara í gegnum bæði velferðar- og mannréttindaráð og skipulags- og umhverfisráð. Það að stofna verkefnahóp þetta og þannig að það frekari vinna ætti að fara af stað eða fara af stað fljótlega varðandi skipulag á lóðinni og pælingar varðandi hús og niðurrif og annað slíkt. Þannig að mér finnst þetta fara að rúlla, við verðum bara að vera dugleg bæjarfulltrúarnir að ýta þessu í gang og viðhalda skriffangan í þessu verkefni. Þetta er frábært verkefni, þetta frábær staðsetning. Þetta býður upp á mörg tækifæri til hliðar við bara það að vera skammtímavistun. Þetta býður tækifæri sem við getum horft á Bjarnarlaug við hliðina sem meðferðar og skemmtun. Þannig að það eru gríðarleg tækifæri fyrir okkur að byggja skammtímadvöl í miðbæ Akraness og gríðarleg gæði fyrir þau börn og þau ungmenni sem mun nýta þá þjónustu þar og foreldra þeirra. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þar með ljúkum við umræðu fundargerð 261. fundar velferðar- og mannréttindaráðs. Næsti fundarliður, 7. fundarliður, málsnúmer 2602 1316.
fundargerð 279. fundar skóla- og frístundaráðs sem fram fór þann 16. febrúar síðastliðinn. Og orðið er laust og fyrst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem að vera að hlusta. Mig langar að ræða hér örlítið. Já, það er bara hérna fyrsta mál á dagskrá á fundi skóla- og frístundaráðs. Það er Akrafjall Ultra og 8x8 para þrekmót. Mér bara langaði að koma hérna upp og segja bara að mér finnst virkilega ánægilegt að sjá hvernig Akrafjall Ultra hlaupið er að festa sig í sessi hérna sem bara stór og stæðilegur viðburður hérna í bæ og er hérna og bara hefur laðið að sér marga þátttakendur og ég veit að hérna, skipuleggjandi viðburðarins, hann stefnir á enn stærri viðburð, hlaup þetta árið. Bara hérna hrósa honum bara sérstaklega fyrir þetta, hún Sigurjóni Erni Sturlusyni fyrir bara frábært framtak og vel unni viðburð og frábært að hann sé að hérna, bætum betur og setja hérna annað mót af stað. Þetta er náttúrulega bara þetta bara er að styrkja bara svona ímynd okkar enn frekar sem hérna svona heilsueflandi samfélags og hérna bara og já, ekkert nema frábært þetta að segja. Mér langaði, já þetta bara, það er margt jákvætt við þetta er bara einhver svona sýnileika bæjarins á þessu vettvangi og hérna og dregur vonandi bara fleiri greinar og hérna bara móta af í framtíðinni. Við höfum hérna góða aðstöðu hér og hérna bara okkar svona hérna samfélagslegi stuðningur er náttúrulega bara að styðja vel við viðburði sem þessa og hérna með það aðgangi af íþróttamannvirkjum bæjarins og hérna við bara höldum áfram að styðja svona framtak. Ég langaði líka aðeins að ræða hérna mál það er númer ég skildi gleraugun eftir á borðinu. Það er hérna mál númer 6 íþróttamiðstöðin í Jaðarsbökkum og svona endurbætur sem að verið er að skoða og hérna mér finnst bara gott að við séum komin á þennan stað að vera að skoða þetta með hérna endurbætur í huga vegna þess að það hafa náttúrulega orðið gríðarlega mikla breytingar á þessu svæði með hérna stórri nýrri líkamsræktarstöð. Þannig að það er mikil fjölgun gesta á þessu svæði og hérna eðli málsins samkvæmt að þá þurfum við einhvern veginn að laga þessa aðstöðu til þannig að vel verði unnað og ekki þá bara kannski með margt í huga þá bara hérna sundklefar og aðstæðan frammi móttakan og afgreiðslan. Þetta er þröngt og þétt setið enda svona hálfgerð félagsmiðstöð að ræða hennar. Þannig að það er bara mikilvægt að mæta þessum auknu þörfum með fleiri klefum og bættri aðstöðu. Ég held að það hafi nú ekki verið neitt annað sem að ég ætlaði að ræða hér. Þannig að takk fyrir þessu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Mér langar kannski bara að koma því af og hérna nenn ekki að vera víkja og setja forseta til að ræða þetta sérstaklega en
varðandi 7. fundalið sem að bæjarfulltrúinn fór hérna yfir, endurbætur og aðstöðu í íþróttamiðstöðinni á Jaðarsbökkum, þá vil ég hvetja ráðinn og þá sem eru að skoða þetta og vinna í þessu að hafa hugfast það sem að var tekið hérna fyrir að frumkvæði velferðar- og mannréttindaráðs og ég veit að hefur verið kynnt í skipulags- og umhverfisráði að minnsta kosti. Changing Places, sem eru sem sagt bara salernisaðstaða fyrir fatlaða með aðstöðu eins og bekk, lyftukerfi, hækkanlegum vask og salernisskál og fleiri. Það eru bara svona ákveðnar kríteríur sem að settar eru fram til þess að og varðandi líka bara rými og snúningsrými og annað. Þannig að þetta sé haft í huga vegna þess að ég held að það væri svo vel viðeigandi einmitt að íþróttabærinn Akranes væri líka fyrstur á kortið þarna. Fyrst íslenskra bæjarfélaga til þess að komast á þetta kort. Vegna þess að Changing Places kort sem að fólk notar á ferðalögum heiminn. Það engin svona staður komin á þetta kort á Íslandi þannig að þetta bókstaflega að komast á kortið og vera fyrst þangað. Og ef við erum á annað borð að skoða fyrirkomulega búningsklefa, aðgengi og fleira varðandi sundlaugina á Jaðarsbökkum að hafa þetta með í myndinni og sjá möguleikana á því að koma þessu fyrir hjá okkur einnig. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Svo ekki og þar með hefur hún verið framlögð og við förum í 7. fundalið. Málsnúmer 2602-1645. Þetta eru fundargerðir frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Hér lögð fram fundargerð númer 200, fundarnúmer 200 sem framfór þann 12. febrúar síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands. Það óskar enginn eftir að ræða hana, þar með hefur hún verið framlögð. Þá förum við í 8. fundalið sem bætt var við hér í upphafi fundar. Það fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og hér lögð fram fundargerð 345. fundar ráðsins sem framfór hvenær? 16. febrúar síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Þór Guðjónsson. Bara gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, fundarritari og aðrir ákveðna líða. Undir öðrum lið, það endurskoðun á deiliskipulagi Egilsbrautar, þar sem við áttum fund með skóla- og frístundaráði, þar sem við höldum áfram undirbúning að deiliskipulagi fyrir Egilsbraut og við erum vonandi að verkefnalýsingi verði klár fyrir næsta fund ráðsins og þannig að sú vinna heldur á fullu áfram hjá okkur. Einnig í 3. lið, þar tókum við fyrir með skóla og frí varðandi valkostagreiningu í leikskólamálum og þar felum við skipulagsfulltrúa og hefja vinnu við breytingu á skipulagi við leikskólann Akranes stækkun lóðar og mögulega fjölgun 2-3 deildir. Þetta sá millileikur sem að við teljum að sé bestur í stöðun eins og þangað til að við ráðast í stóra
leikskólan sem stefnum að komi á Ægisbrautarreitnum. Í undir 8. lið, þar erum við að framlenging á rekstrinum á tjaldsvæðinu í Kalmarsvík. Þar leggjum við til að það verði farið þess að leita að framlengja samningin við núverandi leigutaka 1 ár og út af þeirri stöðu sem upp komið að það hafa sýnt aðilar áhuga á að koma upp smáhýsum, þjónustubyggingu og fleira tengt tjaldsvæðinu. Einnig ekkert að horfa fram hjá því að það skammur tími í sumarið 26, en við eftir að hafa leitað okkur áliti lögfróða manna að þá getum við gert þetta svona og taldi ráðið að þetta væri best í stöðunni að framleggja 1 ár og byrja strax á vinnunni núna fyrir ferðasumarið 27. Einnig í 10. lið tókum við fyrir úttekt sem að Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar HMS kom með skýrslu. Ég held og ósku eftir að Jens Heiðar Ragnarsson slökkvilistjóri komin á næsta fund og fari yfir það niðurstöðu úttektar og mótun úrbóta áætlunar. Það klárt mál að sem allir hér inni vita að húsnæði uppfyllir ekki allar þær kröfur sem eru gerðar í dag fyrir slökkvilið. Okkur vantar alltaf alvöru aðstöðu, búningsaðstöðu, okkur vantar sturtu og gufu og þess ber að geta, eftir sem ég best veit, að það voru konar tvær nýjar dömur í slökkviliðið og eru það orðnar 3 og því ber að fagna og okkur vantar aðstöðu að því að hún bara ekki búin að vera nægilega góð hjá okkur í slökkviliðinu. Undir 13. lið var farið yfir ástandsskýrslu bíóhallarinnar og þar sem að var farið yfir þær framkvæmdir sem að þarf að fara í að utan. Að þær eiga ekki að vera kostnaðarsamar og ekki stórar og við fálum verkefnastjóra að fara í verkkönnun á fyrirtækjum hér innan sveitarfélags að í þær bætur sem þarf að fara í. Undir 15. lið þar sem að við félum verkefnastjóra eftir heimild ríkiskaupa til niðurrifs. Þá ætlum við að rifja upp gamla og það orð sem við fengum á okkur á fyrstu mánuðum þessa ráðs niðurrifsnefndin að þá ætlum við að rifja aftur upp Vesturgötu 62 þar sem að Búkolla var á gamla íþróttahúsið sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson stundaði íþróttir. En það hús búið að sinna sínu hlutverki og eftir þær skýrslur sem við erum í höndum að þá því miður bara ekkert nýtt í húsinu sem nýtanlegt í húsinu, hvorki að utan í innan. 18. liður þar sem Bjarkagrunn 26, þar sem hefur verið inni töluvert hjá nefndinni varðandi óskum að fá að hækka íbúðarhús, setja á það aðra hæð. Við ákvaðum að hafna þeirri umsókn og það fari gegn gildandi byggingaskilmálum hverfisins og jafnframt að það myndi hafa neikvæð grenndaráhrif í hverfinu öllu og ákvaða að hafna þessu. Liður 20 og 21, það breyting á deiliskipulagi Flóahverfis
tengist þarna inn á Garðalundur, Lækjarbotna og Flóahverfi. Það er hringtorgið sem að Vegagerðin er að fara í og þar er gert ráð fyrir einum undirgöngum frá Flóahverfi og niður að Skógarhverfi. Eftir að hafa skoðað þetta örlítið hjá okkur að þá töldum við það að væri algjört tækifæri fyrir okkur að gera einnig nýta tækifæri hvort sem við setjum rör eða önnur undirgöng undir veginn frá Flóahverfi að Akrapríði og því svæði og reyndar kom til mín aðili nú fyrir stuttu og lagði nú til að við ættum að reyna að með öllu ráðum að setja annað frá Akurpríðinni og ef við hugsaum þetta séu 3 hringtorg í heildina þannig að þá getur við farið alltaf hringinn kringum allt vegna þess að við vitum það að umferðin er bara orðin það mikil á þessum vegi að þú getur ekki boðið gangandi, hjólandi, né ríðandi eða hvernig sem er að fara yfir þennan veg á engan hátt. Þannig að ég held að við ættum að skoða það en við fögnum virkilega þessum framkvæmdum og að það geti farið sem fyrsta stað og við að gera stefnir og það fari í gagnið í ár. Fleira var það ekki, forseti. Takk fyrir þessa yfirferð, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Ari Már Hlíða. Get aldrei verið alveg eins og fjöldinn sko. Mér langar til að koma að ræða hérna mál númer 4, leikskólamál valkostagreining. Ég vil bara lýsa yfir, ég er bara ekki alveg sammála þessu. Við fórum á stað í byggingu á Garðaseli. Garðaseli er hannaður sem 8 deilda leikskóli. Þegar við fórum á stað í þá vinnu að þá voru greindir allir skólar sem hefur verið byggður á Íslandi síðustu 10 ár. Ég held að sé að var rétt með að Garðasel er rétt hæpum 500 fermetrum stærri en Akrasel. Og ég held að ef við erum að fara í þetta þá erum við í raun og veru bara að sóa töluverðum fjármunum í byggingu sem við erum nú þegar búin að byggja og innri rými sem eiga að taka við fleiri deildum. En þarna, já, það var svo sem ekki meira frá mér. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og nú má ég til með að benda á að í fundargerð er málið leikskólamál valkostagreining númer 3, en ekki 4. En það skiptir ekki öllu máli, við vitum hvaða mál var verið að ræða. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar Ari Már Hlíða. Ragnar B. Sæmundsson kemur upp og nefnir þennan kost í þessari vinnu sem að við höfum lagt til með og við komum í ráðinu með þessa hugmynd sem að Ragnar kemur með varðandi Garðasel og taldi ég alltaf sjálfur allra best að stækka það hús og bæta við þar. En þarna förum við eftir starfsmönnum Akraneskaupstaðar og fagfólkinu að eftir að hafa grandskoðað þetta að þá segja þau að þetta sé og þetta er fagfólkið og þar af leiðandi því var þetta afstaða ráðsins og Skóla og frí að fara þessa leið að þó svo ég hefði talið
sjálfur hitt hagstæðara en þá ákvað að hlusta á fagfólkið. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson og orðið laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að ég veit ekki hvort ég sé að bera mig sakir en það er eins og sumir bæjarfulltrúar hér séu með einhverja aldursfordóma en ég fyrirgef það en það leikfimihús sem að ég hóf minn feril í að það er tölvöld langt síðan það var rifið. Ég er nú þó gamall sé og búinn að vera hér lengi, ég var ekki svo frægur að fara í leikfimistíma á Vesturgötunni, man nú ekki númerið, en 62. Þannig að þó ég sé fæddur 62 þá gekk það ekki saman. En fyrst að ég nú kom hérna upp að stundum manni ekkert ljúft að viðurkenna að maður sé sammála mönnum sem maður hefur meira gaman að við að rífast við heldur en að vera sammála þeim, en ég eiginlega verð að taka undir með bæjarfulltrúum Ragnari B. Sæmundssyni að svona eftir sem ég hef hugsað þetta, eftir að ég heyrði þessar fyrirætlanir með Akrasel að ég finnst þær eiginlega verða svona dabrari eftir því sem ég hugsaði meira en ég hef líka í rauninni verið svona ekkert á þeirri línu sem að bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson að byggja við Garðasel en að tvennu illu þá held ég að það hljóti að vera betri möguleiki að taka viðbót við Garðasel, ekki nema menn ætla að fara að byggja og húsagerðina í Akrasel ekkert sérstaklega góð, held ég fyrir leikskóla. Hún byggð á þeim tímum sem að menn svona gá ekki mikið í og reynda að spara og ég held að það húsnæði geti aldrei orðið skemmtilegt ef við ætlum að byggja nútímanlegan deild þar við. Ég held að það verði svo ljótt en þegar maður á að hlusta á fagfólki þá kannski væri ágætt að nú verð ég að viðurkenna að ég las þessa gömlu skýrslu valkostagreininguna á sín tíma, ég man hann ekki utan að en ég held að við verðum að hafa mjög góða röksemdir fyrir því að við ætlum að byggja við Akrasel, frekar heldur en Garðasel. En það aðrar hugmyndir ábyggilega til líka, en ég veit að okkur kannski liggur svolítið á að gera eitthvað. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarsmákliða. Mér langaði að koma upp undir lið maður sjá 7. Sem sagt samfélagsmiðstöð Dalbraut 8, uppbygging og framkvæmd.
ég sé að við munum eiga sameiginlegan fund með ráðin 3, velferðar- og mannréttindaráð, skóla og frí eða mennta- og menningarráð væntanlega og skipulags- og umhverfis. Ég vil langar bara vita hvort að formaður skipulags- og umhverfis hafi svona tilfinningu hversu langt útboðsgögn eru komin, hvort það mikil vinna eftir og hvort að á þessum sameiginlega fundi séum við svona að fá einhverja, hvað maður að segja, hvort að við getum farið að samþykkja einhver gögn eða hvort að það meiri vinna framöndan. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristján Helgi Sveinsson og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem hlusta. Ég að koma hér upp undir máli númer 3 sem valkostagreining og bara þakka bæjarfulltrúa Ingþóri að útskýra stöðuna varðandi þann valkost að setja agrasel í forgang við að bæta við deildum. Og ég vil bara að taka undir einnig að við erum að hlusta á okkar svona sérfræðinga í þessum málum og fagaðila þegar að við veljum ákveðum að fara þessa leið. Hins vegar ég alveg sammála því að Garðasel líka vel til þess fallin að stækka en sá leikskóli bara hefur stækkaði mikið þessa byggingu og ég held að hann þurfi bara að fá að vera þannig og í smá stund og svona að venjast því að vera í þessari stærð. Það starfsemin bara stækkaði mikið og það hefur örugglega bara verið krefjandi. En já, þannig að ég held að við getum bara verið vel við unað að byrja því að fara þessa leið og leysa það með ákveða vanda. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Þór Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir á Hlíða. Takk fyrir leyfið varðandi 3. sinn. Það útboðsgögnin eru ansið vel á veg komin. Hins vegar náttúrulega kom þessi breyting sem hefur verið rædd að hafa allar 3 lóðirnar á Dalbætarreitnum inn í það aðeins breytti þessu og svo þetta eiginlega snýst þetta bara svona final touch eins og við segjum varðandi þennan fund með þessum 3 ráðum. Það hafa komið upp nokkrar svona spurningar og sem bara fínt að ráðin taki sameiginlegan fund til þess að setja að fá svör við þeim og halda málinu áfram. Takk fyrir fulltrúi Guðmundur Ingi Þór Guðjónsson og orðið er laust ef ykkur vill grípa það. Svo er ekki og þá ljúkum við umræðu fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, fund númer 345 og þar með síðasta fundarlið þessa fundar. Þess að fleira er ekki á dagskránni á þessum fundi.
Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður og hér höfum við farið vítt og breytt yfir málefnalega vanda og þakka fyrir fundarsetu umræðurnar og segi þessu fundi slitið.